Halló, halló. Mér langaði til þess að búa til þetta vídeo til að deila með ykkur hugleiðsluferðalaginu mínu. Þetta verður langt vídeo því að þetta verður ekki bara hugleiðslan, heldur mun þetta verður stýrð hugleiðsla, heldur mun ég aðeins tala í kringum hlutina. Og þannig að hálftími, ég hef ekki hugmynd við það, vegna þess að ég er ekki með neitt handrit, ég hef ekki tekið þetta upp áður, ég er ekki að taka þetta upp aftur, ég er bara að taka þetta upp í þetta eins. Þannig ég ætla bara að vera í flæðinu og reyna að muna allt. Það nú svona það. Það sem að verður mesta áskorunin fyrir mig í þessu vídeói er þetta. Af því að ég heyri svo dempað í sjálfum mér, ég heyri einhvern veginn svona í sjálfum mér og það verður svona mesta áskorunin vegna þess að ég verð að hafa þetta svo að hljóðið berist yfir til ykkar. Og ég bý í gömlu fjölbýlishúsi í Bergen, ég bý semst í Bergen og ég bý í gömlu svona húsi og ef að þið heyrið umgang, hurðarskell, tröppu, labb, þá er það vegna þess að á hæðinni fyrir ofan mig búa hjón með 4 börn. Og þau eru náttúrulega með sama inngang og ég er hérna bara, þetta er gamalt hús og það heyrist mjög mikið. Bara þegar þau ganga það heyrist. Fyrir utan að það eru stundum heimsóknir eða. En ég er nú alveg vön því, ég hef nú alveg alist upp við það og er vön þannig heimsóknum. Ég er umvafin steinum og kristallum hérna í kringum mig og meðal annars er ég með stóran stein hérna á gólfinu hérna við hliðina á mér sem er frá Íslandi og hann er verndandi. Hann er hérna hann er staðsettur þar sem að er inngangurinn inn í íbúðina, inngangurinn inn í stofuna, sem sagt inngangurinn inn í eldhúsið, klósettið, stofuna og þetta eru svo hálfgert svona víddaróp, hálfgert, ég segi það, vegna þess að þetta liggur í krossgötur. Sem sagt eldhús, bað, inngangur, stofa. Og þessi steinn verður að vera þarna til þess að hafa stjórn á orkunni. Annars er bara mjög mikið umgangur hérna. Mér finnst það gaman, truflar mikið neitt, en þannig er það bara. Já, ég er umvafin fullt af steinum og kristallum hérna. Og ég sit rosalega oft í þessum stól þegar ég er að vinna í andlegum málum, til dæmis senda heilun eða vinna í eitthvað í 5. vítinni eða eitthvað. Og sit ég oft hér vegna þess að ég er bara umvafin mörgum steinum hérna og þessum verndandi hraunstein. Þetta er ekki móli, þetta er alveg, ég veit ekki hvað hann er stór. Svona eitthvað. Mikilvægasta, svo væri ég að sýna ykkur það, mikilvægasta tækið sem að ég nota fyrir utan alla kristalla og steina og pendúla og ég kveiki líka á kertum til dæmis. Ef ég er að vinna í andlegum málum þá kveiki ég oft á hvítum kertum, ég er oft með hvít kerti en ég veit ekki af hverju, það er bara eitthvað það sem ég laðast af. Það er pottþétt hægt að nota rauð og gul og bleik en ég laðast að hvítum kertum og ég kveiki alltaf á kertum þegar ég er að vinna í andlegum málum. En það sem er mikilvægasta af öllu, það er þetta hér. Þetta eru bara einföld heyrnartól, svona heyrnarhlífar. Það er ekkert útvarp, það er ekki neitt. Þetta er bara einföldasta, ódýrasta gerðin.
Og af hverju nota ég þetta? Jú, til að fá algjört næði, algjöran frið. Og ég búin að eiga þessi lengi. Við erum svolítið skökkreiðin. Og ég tek þau frekar með mér heldur en kristallana. Og það segir nú margt. En þetta bara til að fá algjört næði. Til dæmis ef ég fer hérna út í náttúruna, til dæmis eitthvað, þá tek ég þetta samt með mér. Af því það svo mikið af fólki hérna. Ég myndi nú kannski ekki taka þetta með mér ef ég væri að fara út í náttúruna hérna einhvers staðar upp á fjöll, það sem enginn er. En það svo margt fólk hérna, ég tek þetta með mér. Og með þetta hérna heima og ég ætla að nota þetta núna á eftir. Síðan verð ég að segja ykkur að hugleiðsluferðalagið sem ég ætla að taka ykkur með mér í núna, ég mun stýra því. Ég mun tala mig í gegnum það og það væri gaman að heyra hvort að þið hafið síðan prófað það, hvort þið hafið prófað að fara í gegnum þetta, hvort að hvað ykkur finnst, hvað kom til ykkar, hvað upplifðu þið. Þetta hugleiðsluferðalag er basically í grunninn eins og öll önnur hugleiðsluferðalög, tenging og eitthvað. En í mitt, það sem kemur til mín það hefur þróast í gegnum árin og ég veit að þetta kemur einhvers staðar annar staðar frá. Þetta eitthvað sem kemur annar staðar frá og hefur þróast í gegnum árin. Og það hefur frekar bæst við heldur en dottið út. Það gaman að segja frá því. Og ég ætla aðeins að reyna að útskýra það áður en að ég fer að í gegnum hugleiðsluna sjálfa. Til dæmis tek ég alltaf mið af því hvar ég stödd. Ég stödd heima hjá mér eða ég stödd út í skógi eða ég stödd einhver staðar, annar staðar, til dæmis að halda kyrrðarstund eða ég heima hjá mömmu eða heima hjá einhverjum öðrum, þá tek ég mið af því hvernig húsið af því að ég að hreinsa húsið ef það áfastur bílskúr til dæmis, þá hreinsa ég bílskúrinn. Húsið á mörgum hæðum, þá hreinsa ég hæðirnar. En ef þetta fjölbýlishús, segjum blokk, þá ég nú kannski aðalega fókusera á íbúðina sem ég stödd í og hreinsa hitt með. En eins og til dæmis í þessu húsi sem ég bý hérna núna, þá frístandandi bílskúr, en ég hreinsa hann líka. Það háaloft, það kjallari, ég hreinsa þetta allt. En svo fer það bara eftir því hvernig húsið eða þær aðstæður. Ég út í skógi, þá þarf ég ekki að hreinsa neitt hús, skiljiði. Já, þið fattið þetta. Ég hvað meira sem ég ætla að segja ykkur? Enn og aftur ekkert handrit, ég bara flæða. Já, ég sé fyrir mér miklu fleiri orkustöðvar heldur en bara þessar 7 megin orkustöðvar. Ég fer í gegnum 12 orkustöðvar í líkamanum. 12 orkustöðvar í líkamanum. Ekki bara 7 heldur 12. Alltaf Maja orkustöðin til dæmis ein af þeim. Hún hérna aftan í, hérna. Síðan ég að taka 12 orkustöðvar fyrir neðan. Ég sé þetta fyrir mér eins og ég sé í lausu lofti. Ég sé þetta þannig fyrir mér eins og ég sé í lausu lofti. 12 orkustöðvar í gegnum líkamann. 12 orkustöðvar fyrir neðan plús jarðarstjarna, 12 orkustöðvar fyrir ofan plús himnastjarna. Svo sé ég fyrir mér hálfan orkuhjúp, þeir festast saman. Ég mun tala mig gegnum þetta. Svo sé ég fyrir mér svona hreinsunargeisla, eins konar ljósritunargeisli. Já, og hvernig hann fer yfir mig
Hvað koma margir, ég veit það aldrei. Oftast fer hann svona, stundum svona, stundum svona, allavega. Stundum fer hann svona, stundum svona. Og þetta sem sagt hreinsandi, heilandi geisli. Og hvað fer hann oft? Ég veit það ekki. Stundum 3 svar, stundum 5 sinnum, ég veit aldrei. Það fer bara eftir því hvernig ég stemt, hvað langt síðan ég hef farið í gegnum þetta síðast og svo framvegis. Og það ekkert rétt, það allt rétt. Þannig að ef að til dæmis þið farið með mér í gegnum þetta og þið farið bara einu sinni, að meðan ég kannski að fara 3 svar, þá það rétt fyrir ykkur. Til dæmis. Svo það með rætur. Ég sé fyrir mér ræturnar mínar vaxa niður úr iljónum og sitjandanum. Þaðan sem að orkustöðurnar liggja á mænunni. Og það kemur þá niður úr sitjandanum og iljónum, sameinast í eina rót og svo framvegis. Ef að þið sæju þetta til dæmis fyrir ykkur koma til dæmis út úr höndunum, það í fínu lagi, það rétt fyrir ykkur. Ef þið sjáuð aðra liti en ég, það rétt fyrir ykkur. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga að fólk heldur stundum að maður sé að gera vitlaust, sjá vitlaust. En það er ekki rétt, skiljið mig. Við erum öll svo einstök að aðeins blæbrigðamunur, stigsmunur, það í lagi. Þannig að nú ætlum við bara að fara að byrja þetta. Ég ætla bara að leiða ykkur alveg í gegnum þetta með mér til þess að þið fáið þetta alveg. Ég ætla að tala mig í gegnum þetta og þess vegna ég nú að nota þetta svo þið getið heyrt vel hvað ég segi. Ég byrja alltaf, alveg sama hvað ég að fara að gera, alltaf. Þá byrja ég á því að signa mig og fara með faðirvorið. Þið ráðið því hvort þið gerir það, það ekki mitt að ákveða það, en ég geri það vegna þess að það svo mikil styrkur og það svo mikil vernd í því. Þannig að þá bara byrjum við og ég ætla að setja þetta á mig. Þetta ekki tískusýning. Já, og ég get ekki verið með eyrnalokka af því þetta þrýstir svo á. Venjulega ég alltaf með eyrnalokka, alltaf. En þetta þrýstir svo á að ég tek þetta af. Nei, eyrnalokkana. Mér líður eins og ég sé flugmaður. Hvernig segja þeir alltaf take off? Houston, we have a problem. Ok. Ég tek það fram. Nú þegar ég búin að tala örugglega í 13 mínútur. Ég sagði þetta verður langt. Ég veit ekki hvað þetta hugleiðslu ferðalag tekur langan tíma. 10 mínútur, cirka. Þetta sem við erum að fara að gera núna. Gæti verið meira. En ég myndi alltaf reikna með 10 mínútum. Ef að þið hafið spólað þangað til núna, þá þetta cirka 10 mínútur, 12, 14 sem við erum að fara. 10 mínútur, ég veit það ekki. Í nefningusföð, heila senda. Já, ég fór nú bara með faðirvorið í hljóði, það bara einhvern veginn, ég hef alltaf gert það, fyrirgefiði, ef þið voruð að bíða eftir að heyra það,
biðst ég afsökunar. Nú fer ég upp í, sem sagt, ég sé fyrir mig 12 orkustöðvar og svo efst himnastjarnan. Og nú ég að byrja á því, að fara upp í himnastjörnuna. Og ég að leið niður. Það himnastjarnan og 12 orkustöðvar og svo, já. Þannig ég ætla að reyna, ég vona að ég náði að fylgja mér. Þannig nú fer ég upp í himnastjörnuna, tengist henni. Þetta mín eigin himnastjarna, þetta ekki neins annars, þetta bara mitt. Og svo sé ég fyrir mér það sem að rótin mín vext niður úr himnastjörnunni, vext niður í orkustöð 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemur niður á hvirfilinn, niður í orkustöð 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og ræturnar vaksa niður úr iljónum og 17. sameinast í eina rót fyrir neðan mig og það fer ég niður í orkustöð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og niður í jarðarstjörnuna sem fyrir neðan. Og ég gleymdi að segja ykkur að ástæðan fyrir því að ég tel á norsku og íslensku fyrir minn fókus, til að halda fókus svo að hugurinn muni og skilji og haldi einbeitingu að ég fyrir ofan, í líkamanum og fyrir neðan. Þannig að ég fer og tengi mig niður í jarðarstjörnuna sem fyrir neðan orkustöðunar. Og þaðan vex ein rót niður á yfirborð jarðar, í gegnum öll jarðlögin, smýgur rótin mín í gegnum öll jarðlögin. Og á meðan rótin smýgur í róliheitum niður í jarðlögin, þá skoða ég rótina mína, bara svona rétt á meðan hún að smjúga niður. Það tekur bara sekúndubrót. Af því að ég bara sjá hvernig dagsformið mitt í dag. Hún ljós eða dökk, þykk eða mjó. Og rótin smýgur í gegnum öll jarðlögin og niður að miðju jarðar. Og í miðju jarðar sé ég fyrir mér rauðglóandi jarðarkristall. Jarðarkristallin í miðju jarðar og rótin mín vefur sig utanum jarðarkristallinn til þess að fá jarðtenginguna. Hversu oft það fer eftir bara dagsforminu. Það bara verður hver og einn að finna fyrir sig. Og svo þegar rótin búin að tengja sig og vefja sig utanum jarðarkristallinn og hún samlagast jarðarkristallinum, þá smýgur rauðglóandi jarðarorkan upp, stígur hún upp eftir rótinni gegnum öll jarðlögin og rótin verður rauðglóandi og falleg. Kemur upp í gegnum öll jarðlögin og upp á yfirborð jarðar, upp í jarðarstjörnuna og upp í orkustöð 1, upp í orkustöð 2, upp í orkustöð 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deilist jarðarorkan, rauðglóandi liturinn, dreifist í rótarhlutana sem fer upp í iljarnar og upp í sitjandann og mætist í orkustöð 1 inn í líkamanum mínum. Fer upp í orkustöð 2, orkustöð 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemur upp í gegnum hvirfilinn, upp í orkustöð 1, upp í orkustöð 2, upp í orkustöð 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 upp í himnastjörnuna og mildar hálfan orkuhjúp yfir mig. Og ég leyfi orkunni að samlagast mér. Ég þakka kærlega fyrir þessa tengingu. Ég þakka fyrir tenginguna af auðmýkt og kærleika, full af þakklæti. Ég leyfi mér að dvelja eitt augnablik í orkunni. Og nú færi ég fókusinn minn niður, alveg niður í jarðarstjörnuna og ef þið munið þá jarðarstjarnan fyrir neðan 12 orkustöðvar sem að fljóta fyrir neðan líkamann minn. Og ég fer niður í jarðarstjörnuna og tel upp og ég tel á norsku til að halda fókus. Og þegar athyglin mín komin niður í jarðarstjörnuna sé ég fyrir mér svona himnaþráð, svona silfurlitan himnaþráð. Svona, það eru samt svona silfur, það eru svona gylltar, kopar, litur, fjólublár, alls konar svona blæbrigðir litabreytingar í honum. Og hann vex upp í gegnum orkustöð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 skiptist í 3 hluta upp í gegnum sitjandan og upp í gegnum iljarnar, sameinast í fyrstu orkustöð í líkama mínum og fyrir upp í gegnum orkustöð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemur upp í gegnum hvirfilinn, fyrir upp í orkustöð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og upp í himnastjörnuna og þaðan fer þessi þráður, þessi strengur, þessi ljósgeisli upp í alheiminn og upp að miðju alheimsins, þar sem að upphafið er. Fer þangað, tengir sig við uppsprettuna og orkan frá uppsprettunni, upphafinu, streymir niður eftir himnaþræðinum mínum, himnastrengnum, orkunni. Kemur niður á himnastjörnuna, orkustöð 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemur niður á hvirfilinn, orkustöð 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orkan streymir niður gegnum sitjandan og niður í gegnum iljarnar, sameinast í einn streng, niður í orkustöð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og niður í jarðarstjörnuna og myndar hálfan orkuhjúp. Og ég leyfi mér að dvelja í orkunni eitt augnablik. Og ég þakka fyrir
þessa tengingu af kærleika, auðmýkt og þakklæti. Og ég tengi saman orkuhjúpana tvo, þennan fyrir ofan og þennan fyrir neðan. Ég tengi þá saman í einu orkukúlu utan mig með andardrættinu mínum. Þau samlegast í einu orkukúlu utan mig. Og svo kemur hreinsunargeislinn og hann rennur annaðhvort yfir mig eða í gegnum mig. Það fer bara eftir dagsformi og hversu oft, það fer líka eftir dagsformi. Og ég leyfi þessum heilandi hreinsunargeisla að hreinsa og heila. Og ef ég er með eitthvað, til dæmis verki eða vanlíðan, einhver skuggar, þá hreinsar hann það í burtu, þrýstir í burtu, hreinsar það, tekur það burtu og fjarlægir. Hvað er gert við það? Það er ekki okkar, það er ekki mitt, það er ekki þitt að velta því fyrir okkur. Við bara trúum og treystum að svo neikvæð orka, hvort sem það er verkur, vanlíðan eða skuggi, sé fjarlægt og annaðhvort hreinsað, notað annar staðar eða því eitt. Og nú sjáum við fyrir okkur hvernig hreinsunargeislinn kemur. Og hvort sem það er einn hreinsunargeisli eða 4, það er allt í lagi, það er allt eðlilegt. Hvort sem það eru margir litlir eða einn stór, það er allt í lagi. Allt er eins og það á að vera. Og nú sé ég fyrir mér hvar sem himnastjarnan og jarðarstjarnan mynda þrefalt verndandi orkunet utan mig. Og þegar að það er komið, þá sé ég fyrir mér hvernig ég dreifi úr orkuhjúpnum mínum alla íbúðina. Ég get tekið herbergi fyrir herbergi eða alla íbúðina í einu. Það er allt saman eins og á að vera. Í dag ætla ég að taka herbergir fyrir herbergi, en stundum tek ég bara alla íbúðina í einu. Og ég hreinsa heila fyllir með hvítgylltu ljósi, kærleika og vernd. Og ég sé fyrir mér hvernig þessi ljósorka flæðir allt herbergið, yfir í næsta herbergi og næsta herbergi og koll á kolli. Stundum finnst mér gott að taka herbergi fyrir herbergi og taka síðan íbúðina alla. Þetta er bara ótrúlega misjafnt frá degi til dags. Síðan, eins og áður sagði, fyrir eftir því
í hvernig húsi ég stödd. Og í dag ég stödd í svona litlu fjölbýlishúsi. Þannig að þá hreinsa ég orkuna í húsinu. Ég fer niður í kjallarann, ég fer fram á gang. Ég fer upp á öðru hæðina, hreinsa íbúðina þar. Ég fer upp á háaloft og hreinsa orkuna þar. Svo fer ég í lóðina, sé lóðina fyrir mér af því að hún fylgir húsinu. Og ég hreinsa lóðina hérna fyrir utan. Og ef það fylgir bílskúr með þá ger ég það líka. Og í mínu tilviki þá fylgir frístandandi bílskúr og ég hreinsa hann líka. Ég bið að vera settur 3-falda verndarhjúpur utan íbúðina mína, kjallari íbúðina og annarri hæð. Húsið allt, lóðin alla og bílskúrinn. Ég bið að allt rennandi vatn sem kemur hingað inn í húsið, í hvaða formi sem það í hvaða magni sem það að ég bið að hreinsandi heilunarmáttur þessa vatns sé styrktur og margfaldaður og allir njóti góðs af. Ég bið að pípulagnir og raflagnir inn og út úr húsinu öllum íbúðunum, það sem liggur í lóðinni og bílskúrnum, verði hreinsað heila og fyllt með hvítgildu ljósi, kærleika og vernd. Við biðjum að allir gluggar, hurðir, loftun og hvað annað slíkt sem tengist íbúðum húsins, íbúðarhúsinu sjálfu, bílskúrnum eða eitthvað sem tengist lóðinni, verði hreinsað heila og fyllt með hvítgildu ljósi, kærleika og vernd. Við biðjum að vera settir ákveðnir orkusteinar. Þetta eru svona hreinsandi, heilandi, verndandi orkusteinar. Þeir verið settir í kringum húsið og lóðina. Þeir mynda ákveðin orkunett. Og hvar þeir eru staðsettir fer bara eftir staðsetningu hvers og eins. Við biðjum heilun fyrir alla íbúa hússins, eigendur hússins, þeirra fjölskyldur og þar með talið mig. Ég kalla til náttúruverurnar hér í kring. Ástarþakkir fyrir ykkar góða starf. Ég met ykkur mikils, þið eru mikilvæg og þið skiptir máli. Takk fyrir ykkar góða starf, ég hvet ykkur áfram. Ég kalla til loftdreka, jarðardreka, vatndreka og elddreka. Takk fyrir ykkar yndislega góða starf, kæru vini mínir, ég get alltaf stutt mig við ykkur. Ég bið ykkur að hreinsa í burtu alla neikvæða lægri orku sem að liggur inn í húsinu, utan húsið, fyrir ofan húsið, í lóðinni eða undir húsinu eða í lóðinni. Ég bið ykkur að brenna alla slíka neikvæða lægri orku í burtu. Hreinsa og vernda. Ég sé fyrir mér risastóran orkustein
mjög svipaðan og rósakvarts, en þetta er ekki rósakvarts, en hann er mjög svipaður. Hann lýsir af sér kærleika og styrk og ég sé að hann er í miðju íbúðarhúsinu. Ég sé hann fyrir mér og ég styrki þennan stein með orkunni minni til að styrkja kærleikan hjá öllum í þessu húsi. Svo ég styrki orkuna, kærleiksríku orkuna í þessu húsi.